Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Ég bjargaði mér í hús, það grenjandi stórhrið úti. Ég var svo heppinn að það var opið hérna á verkstæðinu hjá Tanna og hérna hún Valgerður blessunin. Það spurning hvað hún gömul, hún gæti verið komin á 50-aldur, hún gæti verið rétt rúmlega 20, hún gæti líka verið rétt fermingu eða jafnvel bara rétt nýfædd. Það alltaf verið að dytta eitthvað að henni. Og hún fær að vera hérna inni þegar kalt yfir veturinn og eigandinn, hann Svenni, hann svona dundar við hana, strýkur henni og reynir að hafa hana góða og reynir að sjá til þess að hún líti þokkalega út, allavega svona miðað við aldur. Og hérna finn ég eigandann og stofnanda að Tanna sem heitir núna, víst það ekki, Tanni Travel? Tanni Travel, það passar. Það er rúmlega 20 ára síðan 1993. Og nafnið fengið frá Tanna sem stendur hér úti og bjargar jólatrénu. Já, hann átti það alveg skilið að láta heiti höfuðið á honum því að hann búinn að vera mikið þarfaþing hér á þessu svæði ákveðin árabili. Heimsfrægur bíll og þó víðar væri leitað eftir mikinn björgunarleiðangur á Vatnajökli. Já, meðal annars, það var skemmtilegu túr. Svolítið erfiður en það fór vel. Við náðum mönnunum og komum þeim til byggða. En Svenni, þú búinn að vera dunda við þetta, segirðu hvað, í 20 ár? Já, undir þessu nafni. Miklu lengur ef allt talið til? Ef allt talið til, þá var ég búinn að vera í sjálfstæðum rekstri alveg frá 69 þegar Benni og Svenni HF var stofnaðir. En áður var ég að gera út dráttarvél og vörubíl. 19 ára held ég þegar ég byrjaði á því og það fór náttúrulega bara beina leið á höfuðið. Lóðbeint á hausinn eins og Jónas vinur minn Hallgrímsson segir. Lóðbeint á hausinn því að ég fekk aldrei uppgert það sem ég var að vinna nema lítinn hluta. Já, þá gengur náttúrulega reksturinn ekki. Nei, það þarf að ná inn peningunum sem unniði fyrir. En það fór á hausinn fyrirtæki sem var að vinna fyrir og það fór þá allt leið og ég með. Þannig að fyrstu bílarnir sem þú varst að vinna með, þeir gætu að hafa verið á svona svipuðum aldri og þetta stýri sem þú ert með í hendinni. Já, sko, þetta stýri á svipuðum aldri. Fyrsti vörubílinn sem ég átti var 54 módel af Dodge, keyptur af þeim Vogabræðrum í Kelduhverfi. Þegar Tanni Travel átti 20-afmælið var að sjálfsögðu slegið upp heljarinnar veislu að austfirskum sið. Þar var vel veitt og margir samfögnuðu Svenna og samstarfsmönnum hans hjá Tanna Travel. Fyrirtækið hefur dafnað vel á 20 árum. Nú í eigu þessi 15 bílar sem taka 9 til 65 farþega. Meðal verkefna þeirra áætlunarakstur milli Fjarða og Héraðs en auk þess boðið upp á margvíslegar ferðir allt Ísland og jafnvel til annarra landa. Hins vegar leggja starfsmenn fyrirtækisins áherslu á að sérhæfa sig í ferðum Austurland.
og þeir vita persónulega þjónustu eftir óskum hvers og eins. Meðal verkefna Tanna Travel til dæmis Meet the Locals, en þar markmiðið að ferðamaðurinn verði eins og einn af heimamönnum á hverjum stað. Boðið upp á bæjargöngur með fróðu heimafólki, það boðið upp á hestaferðir eyðibyggðir, það boðið upp á kvöldverð með fjölskyldu í heimafúsi, vetrarferðir og gönguferðir svo eitthvað sé nú nefnt. En þá komum við aftur að stýrishjólinu sem Svenni var að sveifla í kringu sig. Hvað hverju ertu með stýrið? Ertu þú sem að fara að kasta stjórnvölunum af fyrirtækinu frá þér? Já, sko, eins og á grönnum að sjá þá ég farin að reskjast og ég náttúrulega löngu búið að hjálpa mér að stýra þessu fyrirtæki og nú komið að því að ég geri það fyrir alvöru. Það hún dóttir mín Díana Mjöll sem að taka við stýrinu og ég ætla að afhenda henni þetta stýri. Það ekkert annað, það best að verða bara vitni að því. Sjá hvernig þér gengur að koma frá þér ábyrgðin. Já, það auðvelt. Hún hefur mest hvílt á herðum Díanu Mjallar undanfarin ár og hún hérna hjá okkur og nú ætla ég bara að afhenda þetta stýri Díana mín. Já, og gangið allt í haginn með þetta áfram sem hinga til og til hamingju með það. Þú ert orðið framkvæmdastjóri Tanna Travel. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir. Þetta alltaf bara alveg frábært að fá stýrið í hendurnar. Það má segja að þetta sé söguleg stund en þú ert svo sem ekki ný í starfinu, búin að vinna með pappaðinn. Hvernig hefur verið að vinna með kallinn? Það hefur bara verið alveg ótrúlega gott að vinna með honum því að það nú ekki alltaf einfalt að vinna með sínu nánustu. En það nú ekki bara hann sem hérna, mamma hérna og maðurinn minn hérna. Þannig að þetta svona fjölskyldan saman í þessu og þegar að fólk svona náið að þá einmitt koma upp tímar sem ekki einfaldir en þetta búið að ganga bara mjög vel hjá okkur og ég held að okkur hefur tekist bara vel upp hingað til. Verður þetta aldrei þannig að sé svona styttingur við eldhúsborðið? Maður reynir að skilja vinnuna eftir bara í vinnunni en jú, auðvitað kom upp alls konar málefni og þau eru rædd hvar sem þegar allir eru svona nánir í samstarfi en eins og ég segi, þetta búið að ganga hingað til, þannig það bara frábært. Ætlar að hafa þann gamla í vinnu áfram? Sjálfsögðu. Ég bara þakklátt fyrir að hafa hann áfram því að hann hafsjór af reynslu og fróðleik og ég kem til með að sækja sjálfsögðu mikinn styrk í það að hafa hann við hliðina á mér. Þannig að við höldum áfram að stýra þessu í sameiningu. Er þetta sterkt fyrirtæki sem þú tekur við? Þetta mjög sterkt fyrirtæki sem ég tek við, já, og búið að vera mjög gaman að taka þátt í því núna síðustu árin að svona skoða hvaðan við komum og hvert við erum að stefna og hvað okkur að ganga vel með það sem okkur langar til að gera. Þannig að framundan eru bara spennandi tímar. Verður það ekki einmitt þetta líka sem að margir ferðamenn vilja vita hvaðan við komum, þar að segja fólki sem að heimsækja og hvert við stefnum og hvað við erum? Jú, að sjálfsögðu og ferðamenn eru þetta bara alltaf forvitnir það hvernig að búa hér og ekki síður á Austurlandi en bara á öllu Íslandi. Þannig og við auðvitað þegar við förum erlendis þá allavega ég þannig að mér finnst alltaf spennandi að kynnast fólkinu þannig að það bara að sjálfsögðu eitthvað sem að við bjóðum ferðamönnunum upp á. Svenni, þó þú sért búin að láta stýrið frá þér, þú ætlar ekki að keyra áfram stýrislaus? Nei, þetta varastýri og það verður bara geymt í skáp hérna. Þannig að það heldur áfram vonandi bara að þjóna sínu hlutverki. Þú ætlar að halda áfram að aka og væntanlega segja sögur fyrir farþegana? Já, það alltaf að minnka sem ég segi sögur því að ég verið svo gleymin að ég man þær ekki þegar ég á að segja þér. En við bröltum eitthvað áfram. Nú reyndar veit maður ekki hvernig þetta verður. Nú skilst mér að sé verið að setja menn út af laginu í akstri á 70-aldurinn. Þannig að ef það verður ofan á þá ég náttúrulega úr leik en þá ger ég eitthvað annað, það nóg að gera. Já, en allar sögurnar sem þú ert búin að segja, svona rétt í lokin, hafa ekki allar verið dagsannar? Alveg dagsannar. Kannski laga þær aðeins til svo sé hægt að segja þær en alveg dagsannar.
við þess áttar rugli. Disco Frisco, Disco Frisco. Go Johnny Disco, go Johnny Disco, go. Disco Frisco, Disco Frisco. Þú fær aldrei nóg. Komdu inn og vertu kúl, kaldur eins og ís. Gauta þig með lykilorðin, gauta dansa grís. Hafðu þetta allt á hreinu, hamingjan þín. Mundu aðeins að mæta oftar, þú veist við söknum þín. Jæja, þá rétt einni veislunni lokið. Landsmenn eru smátt og smátt að tína niður jólaljósin og koma þeim í geymslu. En þá tekur bara næsta veisla við. Bóndadagur sem sé á föstudaginn og þá hefst þorrinn með öllum sínum þorrablótum land allt. Austfirðingar eru engir eftirbátar annara í þeim efnum. Fyrsta þorrablótið strax á föstudaginn á Egilsstöðum. Undirbúningur hófst á síðasta þorrablóti en þá var kosið í þorrablótsnefnd fyrir næsta ár. Þetta ein vinsælasta nefndin á héraði og þykir í það minnsta jafn eftirsóknarvert ef ekki eftirsóknarverðara að komast í þessa nefnd en að ná kosningu í bæjarstjórn. Útlit fyrir hörkublóti þegar hafa 550 manns skráð sig til leiks og allir vilja tjalda sínu fegursta því blótið aðalveisla ársins á Egilsstöðum. Á laugardaginn verða síðan þorrablót á Eskifirði, á Seyðisfirði og í Borgarfirði eystra. Fellamenn blóta síðan þorra laugardaginn 1. september og að sjálfsögðu telja þeir það blót mun merkilegra og skemmtilegra en blótið á Egilsstöðum eða blót í öðrum sveitarfélögum yfirleitt. Í báðum tilvikum á Egilsstöðum og í Fellabæ verður íþróttahúsum staðana breytt í veislusal á skammri stundu og aftur í íþróttahús á enn skemmri stundu að blótum loknum. Síðan tekur hvert blótið við af öðru, allt blóð.
Ef við verðum móð, gef mér lítið ljóð og dans
Það líf og fjör hérna í íþróttahúsinu á Egilsstöðum. Já, það var kannski helst að þú getur sagt mér hvað er að vera? Já, í dag vorum við að halda svona nýjársýningu á Fimleikadeild Hattar og það gerum við alltaf árlega og þá tökum við eitthvað leikverk og setjum í svona fimleikabúning og þetta er bara mikið tilstand, við æfum 160 börn bara í sikkur lagi og svo bara þegar fyrsta sýning er þá smellur þetta saman, þá setjum við þetta raunin saman og það er mikið undirbúning, það er verið að mála búningar og við setjum leikmuni hérna ásamt fimleikaáhöldum upp í íþróttahúsinu. Þess vegna sem þú ert svona skrautlega máluð. Já, ég var gulrót í dag með 6 ára börnunum. Og er gróska í starfinu? Já, við erum með og rétt yfir 200 börn á öllum aldri og þessi deildi er bara búin að halda sig ansi vel. Við erum búin að vera starfa samfellt í 28 ár. Ég er kannski ekki bara alveg svona lengi, en allavega þessi deildi er búin að vera við lýði lengi og það er mikið af börnum að stunda fimleika. Og finnst þið vera vaxandi áhuga hjá krökkunum, fjölgar ár frá ári? Já, sko, eins og staðan hjá okkur í dag, það má þeim ekki fjölga. Það er bæði tímaleysi í íþróttahúsi, okkur vantar líka aðstöðu. Þannig að við erum svona, eiginlega bara, við megum ekki vera stærri. Við erum svona rétt ráðið þetta og erum þó að okkur vantar að fá fleiri tíma. Það er náttúrulega ekki að spyrja að því að þetta er hollt og gott fyrir börn. Öll hreyfing er jákvæð, alveg sama hvað þið stunda, svo lengi sem börnin hafa gaman að því sem þeir að gera, þá finnst mér jákvætt að þau sé að stunda hvaða íþróttir sem er. En að sjálfsögðu fimleikur er náttúrulega frábær íþróttir. Eru fimleikarnir vinsælir bæði hjá strákum og stelpum? Fimleikar náttúrulega yfir landið allt er náttúrulega stærsta stúlkugrein á Íslandi. En að sjálfsögðu þá erum við með slatta strákum, já, og við höfum verið að halda úti keppnisliði með drengjum, en þeir eru í miklu minni hluta reyndar. Ef þú ættir að bera saman kannski við aðrar íþróttagreinar, hverjir eru kannski helstu kostirnir við fimleika fyrir krakkar? Fimleikar hafa það að þetta er svo ofboðslega, þetta er grein sem krefst mikils af hverjum iðkanda. Við náttúrulega erum að vinna í lofti, þannig að það þarf að vera mikil rýmisvitund og það þarf að vera styrkur og það þarf að vera liðleiki og þau þurfa að búa í krafti og ekki síst er það náttúrulega bara jákvæðni og elska þessa grein, vegna þetta er mikið þolinmæðisgrein. Börnin læra þolinmæði og þau læra aga. Er það ekki einmitt mjög hollt í uppeldin að læra aga og þolinmæði? Mér finnst það, já. Mér finnst það. Og ég var stolt af mínu krökkum í dag, við erum búin að vera með 2 sýningar, þau eru búin að vera alveg frá 6 ára upp og 7 tíma samfleytt hérna og þau gætu þetta ekki nema að þau væri ansi öguð og þolinmóð. Og segi bara til hamingju með daginn og gangi ykkur vel. Takk fyrir.